Sæl veriði og velkomin í þáttin okkar Biblían á mannamáli. Við erum að fara í seinni hluta núna á 4. kafla í Markúsar Guðspjalli og það er bara mólin okkar áfram líka. Því að þessi kafli er með stórkostlega mikilvæga kennslu fyrir okkur og gaman að fara þessi gegnum hann. Endum síðast fyrir hlutan á versi 20. Jarðveginn, hjörtu okkar, hjörtu mannkynsins sem jarðveg fyrir Guðs orði til þess að efla innri manninn og Guðs neistan og kærleikann innra með okkur. Og svo lesum við áfram núna frá versi 21 í 4. kafla. Það er með bókina með þér. Jesús, hann glemm ekki bara áður fyrirgjöðu, hann er bara áfram að tala. Þetta er beint framhald af því þar sem enduðum síðast. Hann ennþá tala við lærisveinana. Hann er búinn að útskýra að fara með sáðkornið og hjartun og mismunandi jarðveg. Svo segir hann, Jesús sagði við þá, ekki bera mennin ljós og setja þau undir mælikér eða bekk. Er það ekki sett á ljósastiku, svo að ekkert er hulið að það verði eigi gert opinbert, ég leynt að það komi ekki í ljós. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. En sagði hann við þá, gætið að hvað þið heyrið. Með þeim mæli sem þið mælið, mun ykkur mælt verða og við ykkur bætt. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Stöldur maður við. Það fyrsta hér sem hann er bara með ljósið og ljósastikuna. Guð er eðlilega ljós. Hann er ljós heimsins og í framhaldi því sem var að tala á það með Guðs orðið. Orðið er komið til að lýsa, það er svo lampi fóta okkar. Það lýsir okkur veginn inn í þetta samfélag, inn í það líf sem við sköpuð til og með frið og jafnvægi, frið og jörð, frið í sál, frið í hjarta og svo framvegis. Og þetta er ljós. Og Jesús er að segja hér, þú tekur ekki ljós, kveikir ljós og felur það síðan. Þú lætur það á stjakan, þú lætur það í perustæði, þú lætur það í kjartastjakan, þú lætur það skína til þessi ljósið. Ekki til að fela það, heldur til að sjáist. Og þegar fara að skína, það er ekkert hulið að það verði ekki gert opinbert. Orð Guðs, ljós hans, mun opinbera alla leynda hluti. Alla. Ekkert verið hulið, ekkert verið falið. Og ég spyr sjálfa mig, hver vill ekki opinberun á Guði? Hver vill ekki? Ég átta mig á því, það er ekki allir sem trúa þegar hann sé til. Gott og vel. En ef hann er, hver myndi ekki vilja vita? Ef hann er, hver vill hafa Guð fjarlægan bara? Hver vill hafa hann lengst í burtu og veit ekkert hvað hann er að hugsa eða jafnvel yfir hvort hann er að hugsa yfir leitt og hvort hann sé bara ekki saman okkur öll. Jesús er að segja, það er ekki svoleiðis. Ég er ljós heimsins, ég er með ljós, orð Guðs er ljósið. Ég er hið lifandi orð, segir hann á öðrum stað. Og það er, við setjum þetta ekki í fél, ef við setjum þetta ekki undir ljós, undir bekk og félum það, eða undir mælikér, við setjum það á stikuna. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Ekki bara hlusta með, ekki bara heyra með eyrunum, heldur leyfa þess að fara inn í hjarta og skilja verðu. Hann vill sýna þér. Hann vill sýna mér. Hann vill sýna mannkynunum. Og það mun koma sá stað og stund að ekkert verið hulið. Þangað til, hann bætir hann svo við. Hann segir þá við þá, gætið að hvað þið heyrið. Gætið að hvað þið heyrið. Með þeim mæli sem þið mælið mun ykkur mælt verða og við ykkur bætt. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur tekið jafnvel það sem hann hefur. Með öðrum orðum. Vera með opin hug og hjörtu. Ef þú með þeim mæli sem þið mælið verður þið mælt fyrir þig. Með öðrum orðum, ég er ekkert mjög hrifinn af Guði, mér er alveg sama, hann á fyrir mig bara, bara fínt að
Ég fermdist og svo fór ég inn kirkju þegar ég gifti mig og kannski ekki bara og svo sé ég til mig þegar ég verið grafinn, hvort ég verið grafinn í kirkju eða hvað. Þetta bara svona lítill, ég mæli þetta bara mjög lítið. Ég ekkert að mæla þetta of sterkt það sem með Guð og trúna og orðið. Ég vil bara pínlítið þessu, bara alveg mínimum til að komast af. Þá segir Jesús, ég mun engu þvinga upp á þig. Þá þessu bara mælt svona til, þá færðu bara lítið. Það bara svoleiðis. Þá færðu bara lítið. Og jafnvel það sem að þú nú þegar átt, hugsanlega missiru. Og það ekki vegna þess að hann takið og segir, þú mátt ekki eiga þetta, þú vilt ekki meira mér. Það ekkert svoleiðis, það bara við sjálf, við vitum það. Með alla hluti, ef við viljum ná árangri, ef við viljum fá nýja innsýn, vita meira, þekkja betur, þá þurfum við að gefa því gaum. Mundir þú til dæmis fara til skurðlæknis, þú ert að fara í skurðaðgerð, þú fennir á spítala, þú búin að fá tíma, þú veist, vonandi það var ekki 7 ára bið eða eitthvað svoleiðis, en það var bið og þú ert loksins komin að. Og það eitthvað öngþveitiðinir á spítala, en hann Siggi Jóns, hann allar að skera þig upp og þú náttúrulega ekki vanið því frekar ég að spyrja býtinu við hvað lærið þú hvert fór þú þitt læknisnám, Siggi minn, við spyrjum ekki þessu, við bara treystum því að þau séu búin að læra sitt, við treystum þeim. Hvað ef að þér nú sagt áður ferðið skurðaðgerðina, Siggi, og hann allar að skera þig upp, hann hann búin að mæla mjög lítið, hann fór í 1 tíma í læknisfræði og svo las hann einhverja bók svona og svo þegar hann var 35 ára þá las hann aðra bók og hann ætlar að skera þig upp. Er hann búin að skera eitthvað náður? Nei, hann er ekki búin að skera þetta, þú ert fyrsti. Þú myndir aldrei fara hann inn. Af hverju? Og þú veist að Siggi Jóns er ekki með þetta. Hann er ekki búin að ná því sem þarf. Læknar fara í margra áranám áður að fara í sérnáma sitt eitthvað staðar í útlandinu og læra enn fleiri ár. Þetta fólki sem þú treystir til að gera. Af hverju? Af því þau ákváðu að opna sinn mæli mikið til fulls og taka allt inn og gefa þessu allt sem þau áttu og þau urðu fær. Ég get ekki skorið upp fólk, en þau geta það. Af því það búið að taka. Gefa þeim allt. En hvað með Sigga Jóns? Þetta bara svona dæmum það sem að Jesús að reyna að koma til skila hérna til. Siggi Jóns, hann mælti þessu svo lítið að hann, jafnvel það sem hann átti, það sem hann lærði í þessi 2 bókum sem hann las, hann búin að missa það tekið frá honum líka. Hann tapar í öllu. Og þetta það sem að Guð að kenna okkur hér í Jesú, með orðum Jesú, það sem hann að tala við lærisveinana, hann segir, svona þetta. Því opnari sem þú ert fyrir mér og mínu orði, því opnari sem þú ert fyrir ljósinu, því meira færðu. Því lokari sem þú ert, því minna sem þú vilt hafa með það að gera, þá ertu hættu að missa jafnvel það sem þú átt. Og þess að tíminn líður bara og þetta fjarar einhvern veginn út, það slöknar smátt og smátt. Þetta það sem hann að kenna þeim. Þetta svo mikilvægt. Þetta svo nauðsynlegt að vita að svona líf okkar. Jesús að segja ykkur, svona Guðsríkið. Viltu það? Þá það svona. Og gefur því gaum. Svo kemur þessi stórkostlegu versa. Hann jættur, versi 26, hvernig þetta vex og grær. Hvernig vex Guðsríkið? Ef við skilgrunum Guðsríki bara örstuð, það bara, ég get alveg tekið heilu klukkutímina það farið við hvað Guðsríki en bara örstuð. Eins einfalt svo hægt að hafa. Guðsríki það sem Guð það sem Jesús Kristur samkvæmt Biblíunni. Hann konungurinn þar, hann ríkir þar, hann góður, hann kærleiksríkur, hann gerir bara gott, ekkert annað, hann alltaf bara góður. Þetta það sem Biblían kennir okkur. Og hann ríkir þar og hann ætlar að fá eins og hann kendi okkur í faðirvorinu allt eins og á himninum á jörðina líka. Og takt eftir við erum ekki að tala ég vil alltaf vera englar, þetta verður svo fúlt og leið, hvað alltaf. Nei, lífið mun halda bara áfram á jörð, segir Biblían. Það verður bara betra. Það verður bara fallegra, heilbrigðara, friðsamara. Ríkið, Guð stýðir ekki að allt hætti og sé búið hér og við séum bara skýjum með hörpu og það ekki. Það bara einhver mynd sem að fólk, þú veist,
Það finnst ekki einu sinni í Biblíunni, þannig að við skulum ekkert vera að blanda því inn í. Það svona myndir sem fólk dregur upp í huga sér, þetta svo leiðilegt. Nei, bara líf. Bara þú áfram hér, ég áfram hér. Ef það væri komið til fulls hér núna og það lífið væri dásanlegt. Engar áhyggjur, ekki stress, kærleikur, og kemur þetta elska, nenni ekki vera alltaf að vera elsk og vera góður. Ég alveg viss það að við viljum frekar hafa frið og gott og við séum góðu hvort annað heldur en það sem að gerast núna í heiminu til dæmis. En nógu það. Þetta Guðsríkið. Svo hvernig vex þetta Guðsríki á meðal okkar? Hvernig stækkar þetta? Hvernig Jesús kom og kynnti þetta sögunar og Ísraelsmenn öldunum þar á undan voru búin að fá innsýn í það og biðu eftir því en vissi ekki nákvæmlega hvernig það myndi koma. Jesús kemur síðan og segir okkur svona þetta. Og þá var spurningi hvernig það vex og grær. Og þetta hangir allt saman. Allt sem við vorum að tala í síðasta tíma, eða síðasta þætti og svo núna, í byrjunni hangir allt saman við það sem hann segir svo núna. Hann bara að tala. Þetta svona ein kennslustutt, ein ræða. Og þá sagði Jesús, svo Guðsríki að maður sái sæði í jörð. Þannig Guðsríkið að maður sái sæði í jörð. Ekki að hann bara, þannig að byrja hann að endurtaka sem hann sagði í síðast og við vorum að ræða í síðasta tímanum, þættinum okkar, það alltaf tíma, gamli kennarinn í mér. Og hann segir, Guðsríkið, það nota áfram þessa líkingu, samlíkingu, dæmisögu, að Guðsríkið sjálf, bara það sem ég var að lýsa hann, það sem hann það sem hann ræður, það sem hans kraftur, líf og gleði og fögnur og friður ríkir. Það virkar þannig að maður sáir sæði sáðkorni í jörð. Maður sáir sáðkorni í jörð. Hann, sáðmaðurinn, sefur síðan og vakir nætur og daga en sæðið grær og vex og hann veit ekkert með hvaða hætti. Sjálf krafa ber jörðin ávöxt. Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti á axinu. En þá ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran komin. Þetta snillt. Viltu vita hvernig Guðsríkið vex á meðal okkar? Bæði í þér og mér, bara allt í kringum okkur. Þú sáir sáðkorni Guðs orðs í þitt hjarta, eins og við ræddum eins og hann kenndi okkur og vorum að ræðum í upphæfu í Markúsar 4. kafla. Þannig að komið aftur. En hvað svo? Það bara vex, grær og þú veist ekkert með hvað það hætti. Það ekki nákvæmlega sem ég myndist á gulrætur síðast. Átt lítið svona bakar og þú þeirra að rækta gulrætur. Jarðvegurinn klár, hann ekki með gróti, hann ekki harður, hann bara tilbúin, þú veist ekki hvað 30-faldan, 60-faldan eða 100-faldan ávöxtur og svo það kemur uppstýrið, það kemur bara ljós. En þú sáir fræjunum niður. Segðu mig hvað þú gerir svo. Já, ef ekki rigning á vökvaru, já, gott, passar upp á þetta. Ferði ekki út á hverri nóttu og grefur upp fræin til að gá hvort þið séu eitthvað að gerast? Nei. Nei, þú ferð inn, þú sefur á nóttinni, vakir á daginn, vinnur og starfar og þú treystir í sjálfu að lífið í sáðkorninu sem þú sáðir muni sjá að gera sitt. Það líf, það DNA í gulrótinni, gulrótafræjunum. Og þú treystir í, þú þarft ekki að grafa þau upp, þú þarft ekki að gá, þú veist þetta fóru í góða jarðveg, hjartað þitt, af því þetta var líkingum hjarta, það ekkert grót, ekkert hart, það bara þarna, jarðvegurinn fyrir gulrótafræin góð, þú vökvar ef það þarf, annars bara rignir í þetta og þetta sér sig. Þú hefur engar áhyggjur af þessu. Þú bara ekkert að pæla í þessu, neitt. Þú ekkert að grafa upp og skoða og vaka svo, koma og segja, vekur upp fjölskyldunum miðanótt og segja, ég veit ekki alveg hvort þetta að vaksa, ég veit ekki hvað að gerast þarna. Nei, svo ferðu út þegar allt klárt, bara sjálf krafa ber jörðin ávöxt. Fyrst stráið, þá axið, síðan
fullkomvaxi hveiti í axunni eða í okkar tilfelli hér með gulræturnar, þegar þú sérð allt klárt og þú tekur upp að hausti, það eru komna gulrætur. Og viti menn, þú átt ekki vona að séu næpur eða rófur, þú veist það eru gulrætur. Af hverju? Af því það var gulrótar fræ sem hún settir. Lífið DNA-ið í gulrótinni gefur þér vöxtinn sem er gulrót. Nákvæmlega þannig er þessu varið með Guðsríki, segir Jesús. Guðs orð er lifandi orð. Það er DNA Guðs sjálfs er í hans orði og þess vegna segir Jesús, ég er lifandi orð. Ég er orð Guðs í lífinu. Ef þið horfið á mig, hlustið á mig, þá sjáu þið hvernig Guðs orð virkar. Guðs orð er ekki eitthvað stöðuna bara á letri og við erum að rembast eins og rjúpan við staurinn að gera allt það sem þar stendur. Alls ekki. Þvert á móti. Það er lifandi, það er innblásið af anda Guðs og það er stöðulega nýtt og það er stöðulega framkalla og framleiða eitthvað í þér og mér til góðs fyrir okkur, fyrir fólkið okkar, fyrir umhverfu okkar, fyrir vinnun okkar, fyrir landið okkar. Stöðulega gera það sem er fallegt og gott og fullkomið. Og hann sagði, ef þú bara sáir, bara leifur þessu komin, þú passar í arfin, já, að hann sé tilbúin í eitthvað að bera ávöxtinn, þú vökvar ef að þarf, en þú þarft ekki að áhyggjur hvernig þetta vex. Guðs ríkið mun vaxa innra með þér og einn daginn þá sér þú ávöxt, segir hann. Þá er ávöxtinni full þroska, lætur hann hver, sá sem sáði, maðurinn sem sáði, þegar bera út sigðina við uppstjörunni komin. Þetta á við mannkynið allt. Þurfum við ekki að sjá Guðs ríki breiðast út jörðin okkar í dag. Ekki finnst okkur allt vera eins og það á að vera á henni jörð, langt í frá. Við viljum sjá betri hluti, við viljum sjá góða hluti, við viljum fá frið, við viljum fá kærleika og við getum verið í umburðulendi og sátt og samlendi, alla þessa góðu hluti og réttlæti sjálfsög. Ég er ekki að tala að vera ekki réttlæti, ég er ekki að tala að klappa öllu inn í illa og segja að þetta er nú góður og þá fólk verður ekkit gott endilega þó þú sér gott við það, ég er ekki að tala það. En þetta er það sem við þráum þetta jafnvægi og Guð segir, ég get gefið ykkur, ég byrjar að gefa ykkur það og einn daginn mun þetta allt vera til staðar og ég mun fá alla uppstjöruna til mín, segir hann. En í dag er þetta eitt hjart í einu, eina sál í einu, þú, ég, við sem erum að ferðast saman, leifum þess að gerast, við erum að mismunandi stað, ávöxtur þinn er kannski öðruvísin minn, breytir engu hvort hann er betri, stærri, skiptir ekki máli, en að við öll berum einhvern ávöxt fyrir Guðs ríkið. Við þurfum bara að sá, við þurfum ekki að vera neinar áhyggjur hvernig það gerist. Og hann hélt áfram. Vers 30. Jesús sagði, við hvað eigum við að líkja Guðs ríkið? Þarna séu hann enn eitt dæmi það hvernig Guðs ríkið og hann er alltaf að kenna lærisveinum og fólkinu hvað Guðs ríkið er. Það var hans hjartasmál. Það var fagnaðarerindið. Með hvaða dæmi eigum við að lýsa því? Og enn notar hann korn. Líkt er Guðs ríkið mustarkorni. Þegar því er sáð í mold, er það smærra hverju sáðkorn á jörðu. Mustaskorn eru pínu agnarsmá. En eftir að því er sáð, tekur það að spretta. Nákvæmlega eins og með það sem við varum að tala um áðan og nákvæmlega sem við varum að tala um gulrótarfræin, það bara vex og það sprettur. Það er ekkert að bara áhyggjur af því. Af hverju? Vegna þess í DNA sáðkorninu í mustaskorninu það byrjar að lifa, það sér sitt, jörðin sér sitt og það vex. Það verður öllum jurtum meira og fær svo stóra greinar að fuglar himins geta hreiðra sig í skugga þess. Ef þú hefur séð mustas tré, verða kannski ekki hávaxin, geta verið það þokkalega, en þau fá alveg óbúslega krónu. Þau fá geta fengið dásalega stór og mikla kúfta krónu og það er fjöldi fuglar sem getur leitað og hreiðra sig þar. Þannig er Guðs ríkið. Í orði Guðs er DNA og veitu hvað DNA það er? Það er DNA Guðs. Hvað er innst í þínu hjarta? Samkvæmt kennslu Biblíunnar með Guðnum sköpu í hans mynd. Innst í þínu hjarta, innst í mínu hjarta, innst í hjarta alls mannkyns
Guðs neistinn. Ekkert nærir þann Guðs neista eins og DNA Guðs orðs. Við borðum mat til að passa upp á líkamann okkar að því við þurfum á honum að halda. Það sem nærir innra mannin okkar Guðs orð. Það nærir andan okkar. Og við þurfum ekki að fara að stressa okkur á því, við þurfum ekki að fara í einhverja panik yfir í, einhverja þrældum yfir í. Ef við bara leyfum því að koma inn, þá sér það sitt. Og það fer innst inn í okkur og það ber okkur ávöxt. Ávöxt fyrir þig, ávöxt fyrir mig, ávöxt fyrir fólki okkar, ávöxt fyrir allt í kringum okkur. Góðan, fallegan. Hver vill það ekki? Ég bara spyr, hver vill það ekki? Í mörgum slíkum dæmisögum flutti Jesús þeim orðið svo sem þeir gátu numið, gátu tekið á móti. Og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisveinum sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Hann talaði dæmisögum, en hann útskýrði fyrir lærisveinum. Það svo dásarægt. Vitið það, hann enn á að kenna okkur fyrir anda sinn. Hann kennir okkur. Við fáum betri skilning, betri innsæi, betri ávöxt. Ég ætla að hætta hér, ég ætla að ljúka hér, það örfá versi viðbútt í kaflanum reyndar, allt annars eðlis. Hann hasta á vindin þeir voru að fara yfir og þeir sem hafið tök á því lesið þá skoðið hann. Þeir eru óttaslegnir vegna þess að hver þessi Jesús eiginlega? Það ekki bara hann kenna okkur fallega og frábærlega, hann bara jafnvel vindur og vatn hlýð honum bara segja það. Guðs ríki innra með þér og Guðs ríki á jörð ekkert smotterí. Það allt sem þú og ég þráum, allt sem mannkyni þarfnast. Við skulum ljúka sér núna með bæn til því sem að vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.